Svona, þá bara komið að þessu litla vefnámskeiði, velkomin. Gaman að sjá hvað margir eru með og gaman að þið viljið vera með og þessu litla vefnámskeiði hérna hvernig við fyrirbyggjum það að verða hökkuð. Við hjá Pipar höfum og Engine höfum eins og kannski margir aðrir fengið svona ansi mörg mál inn á borðið núna undanfarið, sérstaklega núna síðasta árið. Það sem að einstaklingar og stórir prófílar, fyrirtækjaprófílar hafa verið hakkaðir og þessi mál eru alltaf erfið, það erfitt að eiga við þau. Þau eru mjög mismunandi, það ekkert svona mál eins. Þannig að hvernig maður leysir málið eða kemst til þess að nálgast prófílana sína aftur getur oft verið mjög erfitt og það aldrei neins svona einhver einföld leið því miður til þess að nálgast prófílinn sína eða fá aðgang að prófílinu sínum aftur. Þannig að sjálfsögðu þá náttúrulega það sem þarf að gera náttúrulega að reyna að fyrirbyggja það að vera hakkaður en það ekkert alltaf þannig að það sé svo mikil skilningur á því hvernig maður lendir í akkurat þessu hvað það sem við getum gert og hvað það sem gerist og það náttúrulega málið að þó svo að það séu margir óbrotnir aðilar sem að reyna að fá aðgang að prófílunum okkar þá það oft okkar að við sem opnum fyrir og gefum aðgang að samfélagsmiðla prófílunum okkar eða reikningunum okkar. Svo ég ætla að fara aðeins í gegnum það bara svona mjög einfalt hvað gerist og hvernig við getum fyrirbyggt þetta. Sjá og höldum við áfram aðeins mig, ég búsett í Oslo, að vinna sem samfélagsmiðla sérfræðingur hjá Pipar, TPWA og Engine og Ghostlamp í Oslo. En náttúrulega líka vinna með öllum á Íslandi. Ég hef haldið fullt af námskeiðum og verið mikið í þessu í sambandi við öryggi í sambandi við notkun á samfélagsmiðlum og tek oft eða yfirleitt alltaf þennan part inn í öll mín námskeið sem að hafa með þessa samfélagsmiðla að gera. Það sem ég ætla að fara í gegnum eru bara, eins og segja, þetta lítur voðalega einfalt út svona, en þetta eru þessi 3 málefni og hvernig svona netþrjótar hakka sig inn á samfélagsmiðlana okkar og hvernig við getum komið vekk fyrir það, og hvernig við getum átt okkur á því betur, hvað það sem að við erum að gera sem opnar leiðir inn á reikningana okkar og svo það náttúrulega sjálfsögðu, hvað getum við gert til þess að tryggja eða fyrirbyggja að það opnast þessi leiðir, jafnvel þó svo að við séum kannski smellum á einhvern link eða eitthvað að það sé ekki bara við svona gefa frá okkur allan okkar aðgang. Þannig að þetta við förum bara mjög basic og svona hrætti að því við höfum ekki svo mikinn tíma, við förum bara beint inn á þetta. Hvernig það eiginlega sem að netþrjótar hakka sig inn á miðlana okkar og það ein leið til dæmis í gegnum það sem við köllum svona phishing eða það sem verið að fiska eftir upplýsingunum okkar. Og það hægt að gera það til dæmis í gegnum e-mail og það ekki bara samfélagsmiðlar, þetta út allt og þetta í öllum löndum en þetta yfirleitt mjög svipuð aðferð. Þannig að ef maður lærir og hefur séð til dæmis eitthvað eitt svona case, þá maður mjög fljótur átt að sjá því hvernig það virkar þegar maður fær svona e-maila. En þessir netþrjótar, þeir reyna yfirleitt að notfæra sér eitthvað svona tilfinningalegt, eitthvað sem við eigum von á pakka með póstinum. Það vantar einhverjar upplýsingar, smellt á þennan link og þá bara þarf það að skráða inn eða setja inn kortupplýsingar eða eitthvað álíka. Þetta alveg sama hvaða landa þetta allt eins og ég segja, þetta allt rosalega svipað og það sem ég í Noregi þá þekki ég kannski meira til og hef meira reynslu af þessum málum hér í Noregi, oft stærra og meira, en þetta nákvæmlega eins samt sem áður. Það sama aðferðin sem notuð og það sem við þurfum að gera að læra betur að þekkja
hvað það sem er svona svolítið gruggugt, hvað það sem við þurfum að horfa í og það alveg sama eins og segi, þannig hérna erum við í Noregi Netflix eða banka, það alltaf einhver linkur sem við þurfum að smella á og leið og við smellum á þennan link, þá það ekki þar með að við sem opna þá, en þá oft beðið einhverjar upplýsingar og það upplýsingar sem við erum að gefa út og þá oft, þetta geta verið login upplýsingarnar okkar sem e-mail okkar kannski og lykilorðið okkar og jafnvel einhverjar auka upplýsingar í viðbót. Þannig að það ýmislegt sem maður þurfum að passa. Það aðrar leiðir líka þar sem ekkert endilega hlutinni komi inn í gegnum e-maila, heldur í gegnum samfélagsmiðlana sjálfa. Og hérna til dæmis til dæmis eitt svona dæmi það sem að margir hafa séð og mörg fyrirtæki og jafnvel einstaklingar lenti í líka, að ef maður að keyra eins og svona, maður að keyra einhver svona keppni eða eitthvað eða svona gjafaleik eða eitthvað á svo til dæmis hérna í þessu tilviki það Instagram. Og það sem að gerist að bakarameistarinn í þessu tilviki sem hafði samband við okkur og fikk aðstoð í þessu tilviki var að þá hafði verið settur út leikur og það sem maður þarf að gera eða svara einhverju eða maður þarf ekki að taka einhvern, þetta snýst bara maður svarar og það sem að þessir óprúttnu netþrjótar gera að þeir taka alla sem eru búin að svara í þessum viðkomandi leik. Þeir búa til falskan prófíl sem lítur út nákvæmlega eins og fyrirtæki sem með leikinn og svo senda þeir út skilaboð á alla þá sem hafa tekið þátt. Og eins og sést hérna að þá þetta lítur nú þannig, þú veist, alveg bara mjög vel út. Maður heldur alveg 1, 2, 3 að þetta sé frá bakarameistaranum. En málið að tilfinningin sem maður fær ef maður vinnur eitthvað, það sem að þessi netþrjótar að spila svo mikið á, að annarkvort það að við getum mistað pakkanum okkar eða það við á að fara að loka reikningnum okkar eða þá að við höfum unnið eitthvað og ef við skráum okkur ekki þá fáum við ekki vinningin okkar. Og það þetta sem við þurfum að passa okkur svo vel á, af því að það hérna sem að við erum að aðeins að fara svolítið hratt í og hérna því að við erum svo spennt, við getum unnið eitthvað og svo skráum við inn upplýsingarnar okkar og erum búin að gefa frá okkur prófílinn okkar. Og þetta ekki bara á Íslandi, þetta hérna til dæmis eitt dæmi Elite Photo sem svolítið stórt fyrirtæki hér í Noregi, en þetta alveg nákvæmlega sama aðferðin. Hérna var Elite Photo með leik í gangi, fólk svaraði og spurningum í leiknum og svo var búin til falsk síða eða falskur prófíll og sendt svo þessi skilaboð á alla sem að tóku þátt. Og í þessu náttúrulega þessi litli linkur sem fólk smellir á. Og hvernig þetta virkar, þetta er alltaf svipuð aðferð og það sem maður þarf að horfa í sérstaklega einmitt að þessi prófílnöfnin þetta ekta prófílinn og það alls konar svona önnur svona smá atriði sem maður þarf að passa upp á. Hérna til dæmis eitt dæmi líka, það sem viðkomandi fékk þá eftir að hafa mist prófílinn sinn, fékk þá svona link sem leit út fyrir að vera hjálparlinkur eða hjálparprófíll inn á Instagram og hérna ýmislegt náttúrulega eins og segi, þegar maður lendir í að missa prófílinn sinn og svo allt í einu fær maður kannski, maður þekkir ekki nákvæmlega hvernig svona hlutir virka, svo fær maður allt í einu einhvern annan link og sem segir hérna smelt á þetta og hérna við hjálpum þér. Það eina sem þú þarft að gera og svo eitthvað ákveðið. Og í þessu tilvik hérna þá kemur sjálfur prófílinn sem hérna kannski náttúrulega hann eins og segi mjög vafasamur. Það sem við erum bara fyrir að fyrsta prófílnafnið mjög hljómar ekki mjög Instagramlegt þó svo að það gefi til kynna að hjálpi. Það ekki búið að pósta, það engir fylgjendur og prófílinn fylgir engum. Og svo kemur hérna að ef þú færð skilaboð frá þessum account þá verður að svara. Þannig að þeir sem þekki ekki til,
þeir geta orðið frekar stressaðir og bara svara 1, 2 og 3. En aðalatriðið að þetta eru skilaboðin sem eru send út. Það ekkert alltaf þannig að fólk smelli og skoði hvaðan eru þessi skilaboð að koma. Þegar maður les þá heldur maður að þetta sé rétt og allt sé eins og það á að vera. En málið að það yfirleitt alltaf þessi litli linkur, það sem maður þarf að smella á og það ýtt rosalega á það að maður eigi og verði að smella á þennan link. Hvernig þetta virkar, það eins og til dæmis, ég geti sýnt ykkur hérna, að maður dettur inn á svona síðu og bara svona svo þið sjáu hérna, hér þetta form sem hérna inni og þetta form náttúrulega til að byrja með, þetta form og slóðin í þessu á þetta form ekkert, og maður sér það strax, það ekkert sem að tengist Instagram og það náttúrulega það fyrsta sem maður þarf að passa sig á að maður sé ekki að fara og smella inn á eitthvað svona sem að tengist ekki Instagram og þá þarf maður, ef maður svo óheppinn á og svolítið fljótur á sér og smellir á þennan link að þá til dæmis það fyrsta sem maður þarf að skoða að skoða þennan link sem hérna. Hér til dæmis sér maður, hér logo frá Facebook og hér Instagram logo og flestir sem ekki þekki ekki nógu vel til hvernig svona hluti virka, þeir smella bara 1, 2 og 3 því þetta virkar alveg eins og það á að vera, þetta virkar eins og þetta komið frá Facebook og þetta komið frá Instagram. Það sem gerist, það náttúrulega hérna, svolítið spes-texti, ef maður flinkur og veit hvernig svona texti skrifað og sér maður að þetta ekki alveg kannski eins og Facebook eða Instagram myndi orða það, en maður yfirleitt svo fljótur á sér að maður bara smellir. Og þá smellir maður bara á next og bara, ég vil ekki missa prófælinn minn og þá verð ég bara að drífa mig að smella hérna. Og það sem að gerist að þú maður beðinn username eða login-nafni sitt. Og flestir gera það náttúrulega, 1, 2 og 3, þeir setja það bara inn og halda að það sé bara allt í góðu hér. En svo kemur þetta. Þarna við náttúrulega að gefa frá okkur allar okkur upplýsingar. Þarna við erum búin að gefa prófælnafnið á þetta gildir, þetta alveg sama hvort þetta Facebook eða Messenger eða Instagram eða hvað það alveg sama hvaða prófílar það að við erum að gefa frá okkur allar þessar upplýsingar og það við sem erum að setja þetta út. Og hérna leið og maður smellir hér, þá maður náttúrulega búin að lenda í súpunni. Og það sem að gerist þar á eftir að þessir netþrjótar, þeir fara inn á prófílinn okkar, þeir breyta til dæmis e-maili sem við notum til þess að fá kannski ef við ítum á, þeir breyta náttúrulega lykilorðin að sjálfsögðu þegar fara inn. Svo breyta þeir e-mailinu sem ef við ítum á forgot password, þá fáum við ekki lykilorðið til okkar. Og svo það sem gerist að maður reynir að bara á allan mögulegan hátt að fá aðgang að prófílnum sínum aftur og pröfar að senda skilaboð og svona og þá þetta yfirleitt skilaboðin. Þú getur fengið prófílinn tilbaka ef þú ert tilbúin að borga. Og það náttúrulega upphæðirnar eru mismunandi, það náttúrulega það ekki allir sem eru svo heppnir að fá bara boðum 100 eurur og fá prófílinn sem tilbaka. Við erum, eins og til dæmis áhrifavaldar náttúrulega að nota samfélagsmiðla, það bara þeirra vinna, þannig að það getur verið alveg töluvert fjárhagslegt tap bara akkurat það að þú hefur ekki þennan miðil, þú ert búin að byggja upp fjölda fylgjenda og orðspor og allt og svo missur við aðgang að reikningnum mínum. Þannig að þetta alveg, það getur verið stórar upphæðir á baku þetta. Og það getur verið mjög erfitt að fá aðgang að reikningnum sínum aftur ef að maður sjálfur hefur ekki verið nógu flinkur að vera með öll öryggisatriði á hreinu. Facebook og Instagram skýla sig oft á bak við það og margir lenda í því einmitt að þegar maður reynir að fá aðgang að prófílnum sínum aftur þá fær maður oft þetta svar tilbaka, já en varst ekki með öll öryggisatriði á hreinu, við bjóðum upp á þennan og þennan máta til þess að tryggja þitt öryggi en þú hefur þó ekki nýtt það, þannig að maður fær oft svona leiðinda svör tilbaka en að sjálfsögðu þetta á að vera þetta á að vera í lagi hjá okkur og það möguleikarnir eru til staðar til þess að tryggja okkur.
Svo til þess að koma í veg fyrir að vera hakkaður á sjálfsögðu, þá þurfum við að taka eftir, bara þú sem segir, þetta eru e-mailar, þetta eru skilaboð sem við fáum á til dæmis á Messenger eða inn á Instagram og þá þurfum við að taka sérstaklega eftir því hvort þetta lén sé í lagi, hvort það tengist þessum miðli eða ekki. Oft svolítið mismunandi eins og sé leturgerð eða textar eða annað ekki alltaf í samræmi við það sem kannski gengur að gerist á þessum miðlum. Oft er búið að taka svona screenshot af einhverju eins og til dæmis logo eða einhverju myndum til þess að passa upp og þetta allt líti sem réttast út. En svo kemur það að því að þessi högg eru í gangi, það eins og ég segi, þetta mjög svipuð aðferð alls staðar en í fleiri löndum. Og hérna kemur náttúrulega Google Translate mjög sterkt til leiks og þá kannski fyrir okkur Íslendinga þá þá það yfirleitt þannig að Google Translate ekki alveg besti miðlinn eða besta þjónustan í því að þýða yfir íslensku og þá sjáum við oft að það geta verið einhverjar málfræðilegar villur og annað í því. Þannig að bara það til dæmis ætti maður alltaf að lesa vel í gegnum allan texta. En svo það nú þannig að allir þessi miðlar, samfélagsmiðlar, hvort meira að segja eins og Netflix til dæmis, biður aldrei persónulegar upplýsingar fyrir utan sín lén. Þannig að það náttúrulega eitthvað sem maður ætti alltaf að passa vel upp á og fylgjast með. Svo náttúrulega þetta góða gamla með lykilorðið, að maður þarf að passa upp á að vera ekki með sama lykilorð á öllum miðlum. Því að það yfirleitt þannig að, ef þú ert með aðgang að gefur út þitt lykilorð og eins og við sáum þarna að Instagram þá bara mjög fljótlegt að fara yfir á Facebook og aðra miðla og athuga hvort að það ekki sama loginið þar eða sama lykilorðið. Og svo það þetta með þessa tveggja þátta auðkenningu sem heitir two-factor authentication, mjög nýtt fyrir mig að nota þetta íslenska orðverða, þessi íslenska orð, en allavega að það þetta sem að sérstaklega Facebook skýlir sig á bakvið að ef við erum ekki með two-factor authentication á öllum okkar prófílum, þá þeir oft mjög tregir eða þess að byrja á að vera mjög tregir í að svara tilbaka og hjálpa ef maður ekki með þetta tengt. Og svo það þannig að maður þarf að kveikja á þessu á hverju miðli fyrir sig. Það ekki nóg að vera bara með two-factor authentication á Facebook og halda þó svo að Facebook í Instagram að það gildi þar eða að það gildi fyrir til dæmis business manager fyrir þá sem með fyrirtæki. Það þarf að kveikja á þessu á hverjum og einu miðli fyrir sig. Og það náttúrulega eitthvað sem kannski, eins og segi, þessar upplýsingar, þær liggja allar úti og við höfum öll aðgang að þessum upplýsingum, en það ekki þar með sagt að við höfum kannski alveg skilning á því hvernig við setjum þetta í gang þó svo það eru leiðbeiningar og svona. Þannig að þetta kannski það sem að flestir flaska á að ekki vera með two-factor authentication. Til að byrja með þá getum maður, við notum mismunandi e-mail og oft erum við með Gmail og svo erum við með eitthvað vinnu-e-mail og svo kannski eitthvað annað. Og það getur verið gott að fara inn á til dæmis þessa síðu hérna bara til þess að tjekka hvort maður hafi verið hakkaður eða hvort að hakkarar hafi brotist inn einhvers staðar annars staðar eins og til dæmis á Netflix eða Adobe eða einhvers staðar það sem að upplýsingarnar liggja inn í gagnagrunni, þá e-mail og lykilorð. Þannig að hérna getur maður farið inn bara og sett inn e-mailið sitt og séð hvort að það sé einhverja þjónustur sem hafa orðið fyrir einhverju sem kallast data breach eða verið hakkaðar og séð hvort að e-mailið okkar þá liggur einhvers staðar opið eða okkar upplýsingar liggja einhvers staðar opnar í einhverjum grunni. Þetta er opið fyrir alla og svo fær maður ef e-mailið sem maður notar venjulega til að logga inn á einhverju þjónustur, ef það hefur verið í einhverjum af þessum óheppilegu högguðu aðgerðum, þá koma upplýsingar það og þá að sjálfsögðu skiptir máli að skipta lykilorð. Til þess að og þá ef við förum þá beint í þetta bara, þetta hvernig maður tryggir öryggi reikninga, þá
ákveðnar leiðbeiningar bara á hverjum einum miðli fyrir sig. Það inn í Instagram appinu til dæmis. Þú setjum nú slóðina þarna inn og þá sjáum við þarna https help.instagram. Þetta náttúrulega segir manni 1, 2, 3, já þetta Instagram. En maður þarf að fara inn á hvern einasta prófæl fyrir sig og íta á prófælmyndina, fara inn á prófælinn, maður þarf að smetla á og fara inn í stillingarnar. Ég ætla ekki að fara gegnum þetta allt svona eins og en aðalatriðið að smetla á og setja í gang þetta two-factor authentication. Það þeir sem kannski hafa sett þetta á, þetta two-factor authentication, hafa oft gert það bara í gegnum textaskilaboð eða að maður fái SMS-tilkynningu, af því að fólk finnst oft svolítið þungt og erfitt að vera með auka svona auðkenningaforrit sem með í símanum, en það mun betra og það alveg hiklaust með því fram yfir SMS-skilaboð að vera með það forrit. Ástæðan eða svona forrit. Og ástæðan fyrir því að það svo auðvelt að fara inn, til dæmis eins og við tölum Instagram-prófílinn okkar. Það fyrsta sem svona hakkarar gera náttúrulega að breyta lykilorðin okkar. Svo breyta e-mailin okkar og svo það símanúmerið okkar, sem þá yfirleitt GSM-númerið okkar, það sem við fáum kóða ef við náum ekki að logga okkur inn eða til þess að fá þennan authentication kóda. Og þau breyta því, þannig að þá missum við allan aðgang að reikningum okkar. En ef við erum með two-factor authentication, svona auðkenningaforrit í símanum okkar, þá fær ekki hakkarinn aðgang að því forrita, því þá verðum að vera með síman í höndunum. Og það hefur ekkert með símanúmerið okkar að gera. Og þetta eitthvað sem eins og segir, mun öruggara en nokkuð tíman að fá kóða á SMS. Að sjálfsögðu getur maður verið með bæði, þessi báða möguleikann opna og þá hefur maður alltaf þetta öryggi að geta sett inn kóðan ef maður lendir í því að einhver hafi hakkað akkantinn. Þannig að maður þarf að minnsta kosti að vera með einn af þessum þáttum og flestir velja SMS, en það mun betra og mun tryggara að vera með bæði að sjálfsögðu, en mun betra að vera með svona auðkenningarforrit heldur nokkuð tíman SMS. Þannig að bara þannig að það skiptir máli. Það sama gildir á Facebook. Maður þarf að fara inn og fara í öryggis og security og login settings. Maður þarf að finna þetta two-factor authentication á listanum, maður þarf að fara inn í edit. Maður þarf að velja hvernig forrit eða hvaða forrit maður vill nota. Og Facebook býður líka upp að þessa gömlu auðkennislykla, það að kaupa sér svona auðkennislykil ef manni finnst það betra fysiskt að vera með svoleiðis í staðinn fyrir eitthvað app. En maður þarf að fara í gegnum þetta ferli á hverjum einum prófíl fyrir sig. Og svo kemur það business manager fyrir þá sem eru með náttúrulega, eins og segir, eitthvað fyrirtæki og annað. Að þetta kannski eitthvað sem að fólk átta sig ekki á, að allt starfsfólk og allir sem eru tengdir inn í business manager, maður þarf að setja það sem kröfu til að byrja með, fyrst og fremst að því að við notum, ef við erum að vinna með fyrirtæki og fáum aðgang að einhverju Facebook síðu eða business manager eða auglýsingareikningi og þá maður notar sinn eigin prívat prófæl til þess að logga inn. Og það tengist allt okkur persónulega og það náttúrulega til þess að það sé hægt að rekja hver var og hver var inn og hver gerði breytingur og þess háttar. En inn í business managernum þá þarf maður að fara inn og það skiptir alveg rosalega miklu atriði að maður fari inn í business managerin og kveiki á þessu two-factor authentication inn í business manager og að maður setja það inn sem kröfu að allir þurfa að vera með two-factor authentication þegar þeir logga inn í business manager. Og það bara, eins og segja, bara öryggisatriði að því að við erum oft tengt kannski á marga auglýsingareikninga við erum aðgang að mörgum Facebook síðum og þetta er svo mikið tap og það svo erfitt að fá aðgang að þessu aftur. Og sérstaklega ef að síður eru í eigu business manager, það ekki í eigu prívat prófæla, þá getur þetta verið ennþá erfiðar ef einhver nær að hakka sig inn á business managerin. Og þá náttúrulega opna maður fyrir jafnvel aðgengi inn á síður sem eru kannski ekki í eigu maður sjálfra.
En eitt sem svona auka inn í Business Manager, það sem kannski flestir áttu sig ekki á, að maður þarf þegar maður búinn að fara í gegnum þetta ferli, þá neðst í Business Manager undir Business Info, þá þessi litli dálkur sem heitir My Info og þar það hvernig við erum tengd og þetta til þess bara mitt hvernig ég tengd inn í Pipar Business Manager. En hver og einn sem búinn að þarf að fara inn á, ef ég business admin hérna og ég kveiki á two-factor authentication fyrir allt starfsfólkið, að það sé requirement eða krafan fyrir alla sem að tengjast inn, þá þarf hver og einn að fara inn hér. Þannig að fara inn á inn í Business Manager, sinn aðgang, fara inn í Business Settings, Business Info, undir My Info og smetla á þennan link hérna til þess að staðfesta að maður sé með two-factor authentication kveikt. Og þetta þarf maður bara að gera einu sinni, en það skiptir máli að maður fari inn á þennan link og kveiki og sé með það alveg á hreinu og það sé gert. Og þetta þarf, eins og segja, allt starfsfólki að gera. Allir sem maður með hjá sér inn í Business Manager, það þurfa allir að gera þetta. Og hérna segir ef það kemur upp þessi síða hérna og ef það off, þá þarf maður náttúrulega sjálfsögðu að smella á on, annars á það að líta svona út. Það staðfesting hérna að two-factor authentication það kveikt á því og allt sé í góðu lagi. Hérna kemur security í method og það eins og þið sjáu hérna, þá ég með bæði SMS og app. Það sem ég fæ oft svara tilbaka, sem ég fæ oft, þetta er svo þungt og erfitt að því hvert skipti sem maður ætlar að fara inn á Business Managerinn, þá þarf maður að setja inn þennan kóða. Það ekki eins og til dæmis þegar við loggum okkur inn á Facebook eða við opnum Facebook til dæmis bara í browsernum okkar, að þá getum við sagt muna þetta login. En það öryggið meira fyrir í Business Manager og þá þarf maður að setja inn two-factor authentication í hvers skipti sem maður loggar inn og fær upp þennan glugga. Og þetta finnst fólki oft að vera svona, þetta svo leiðilegt en þetta það sem skiptir máli. Þetta venst og þetta mikilvægt. Þannig að allir þurfa að gera þetta. Allir sem eru með Business Manager. Til þess að líka, eitt svona í viðbót við það ekki nóg, eins og segja, það nóg að vera með two-factor authentication, það sem það þarf að gera, en það auka skref líka sem að kannski fólk heldur átta sig ekki á og það ekki svo miklu upplýsingar það sem liggja þarna, eins og til dæmis Facebook gefur ekki upp þessar upplýsingar að til þess, eins og segja, áður maður setur það á eða strax eftir maður búin að setja two-factor authentication á, þá þarf maður að fara inn á alla prófíluna sína og sjá hvar maður loggaður inn. Þegar maður getur verið loggaður inn á mismunandi símum og með iPad og þú ert á tölvunni í vinnunni eða tölvunni heima, maður þarf að logga sig út af öllum, af því þetta logginu okkar í minni á öllum þessum tækjum. Þannig að maður þarf að fara inn á sinn eigin prófíl, og hvort sem það Facebook eða Instagram eða hvað sem það maður þarf að fara inn og sjá hvar maður loggaður inn. Og þetta það sem skiptir aðalmáli, að passa upp á það vegna þess að ef maður hakkaður og þá einhver hakkari búinn að fá aðgang og vista upplýsingarnar og þá ef við erum ennþá með aðgang og náum að setja two-factor authentication, þá samt sem áður, það komast allir inn sem komist inn áður en við kveiktum á því. Þannig að þetta skiptir líka miklu máli. Og þá þarf maður að fara inn og til dæmis og íta bara á log out of all sessions sem náttúrulega best og þetta eitthvað líka sem maður þarf að gera alltaf svona gegnum gangandi alltaf reglulega að fara inn á þennan log og vera vissum hvar maður loggaður inn bara til þess að vera viss og logga út af því að maður veit aldrei, eins og segir, maður kannski skilur tölvuna sína eftir opna einhvers staðar og svo allt í einu einhver komin inn og það alls konar svona hlutir. Þannig að, eins og segist, akkurat svona samhliða því að kveikja á two-factor authentication og þarf maður að fara inn og logga út af öllum svona sessions.
Og það sama hérna gildir eins og segir með Instagram. Og þetta náttúrulega hérna, nú er þetta svona, nú er ég í Noregi, þannig að appi mitt, hérna Instagram appi mitt á norsku, en þetta nákvæmlega sömu stigin, það sem að þarf að fara í gegnum. Það sama ferlið alls staðar. Maður þarf að fara í gegnum settings, security, sjá hvað maður er loggaður inn, og svo getur maður valið á Instagram, það kemur reyndar ekki, login out of all sessions, maður þarf að fara inn á hvert og eitt og session og logga út þar. Þannig að þetta er eitt af því mikilvægasta sem er aukalega ofan á two-factor authentication. Svo það þetta, ef maður hefur lent í eða sér falskar síður eða efni sem er óviðeigandi eða falskt, þá eru ákveðnar svona slóðir á Facebook þar sem maður getur farið og hjálpað til eða látið vita ef maður hefur lent í eða einhverju vinur og einhverju hefur lent í svona. Og þá getur maður tilkynnt svona falska prófíla eða eftir hvað á við í því tilviki. En það ekki þar með sagt að prófílunum eða síðunum verður lokað 1, 2, 3, en oftast það nú þannig að því fleiri sem tilkynna, því styttra í eða meiri líkur eru á að prófílunum verður lokað. Og það eru rosalega margir sem lendi í því einmitt að það sé búin til svona duplicate eða svona falskur reikningur eða prófíl eins og til dæmis Instagram. Það er rosalega mikið það núna og verða að hérna skemma fyrir eða búa til falskt efni. Svo það náttúrulega þetta að ef maður hefur lent í hérna að vera hakkaður eða missa prófílinn sinn, þá ekki, þó það séu eins og hérna, það hægt að fara inn á til dæmis facebook.com/hacked og fara í gegnum þessi skref. En þetta ekki rosalega auðvelt, þetta langt ferli oft. Stundum maður heppinn og fær aðgang mjög fljótlega og getur tilkynnt og nógu snemma þannig að Instagram eða Facebook ná að gefa manni aðganginn tilbaka. En ef það líður of langur tími, þá tapar maður reikningum. Ef það líða til dæmis eins og Instagram eða líða meira en 30 dagar, þá loka bara caseinu, þá það bara ekkert hægt að fá reikninginn tilbaka. Og það náttúrulega rosalega sorglegt. Það getur verið mikið tap einmitt í því það sem búið að byggja upp, hvort sem það fyrirtækjareikningur sem náttúrulega búin að byggja upp fjölda fylgjenda eða áhrifavaldur sem hefur fjölda fylgjenda. Heldur þetta líka orðspori sem maður búin að byggja upp kannski í gegnum langan tíma. Þannig að þetta eitthvað sem við erum að passa vel upp á, en það ekkert eins og segi, það ekkert svona 1, 2, 3 að þó sem maður smelli á hérna og það segja að Facebook eða Instagram getur hjálpað okkur, þá ekkert sem segir að maður 1, 2, 3 fái hjálpina tilbaka. Þannig að þess vegna skiptir það svo miklu máli að við séum með allt þetta öryggi, öll þessi öryggisatriði á hreinu og við gerum okkar til þess að passa upp á að við lendum ekki í svona. Þannig að þetta svona, fyrir mig þá þetta kannski svona aðalatriði að maður geti sagt frá og reynt að fá sem flesta til þess að passa upp á þessi atriði. Ég get ekki sagt að þetta séu skemmtilegustu verkefnin sem ég fæ inn á mitt borð að kljást við svona. Það mikill lærdómur af svona verkefnum, en þetta eru rosalega tímafrek verkefni. Stundum þá getur þetta bara 1, 2, 3 allt í góðu, en svo getur þetta tekið marga daga og ég hef búin að ég hef átt við einmitt eins og Facebook business profile, business manager profile sem tók næstu í hálft ár að fá tilbaka. En hafði samt sem á endanum, af því að það var rosalega mikil virði en mikil gildi inn á þeim reikning, þannig skiptir máli að fá hann tilbaka. Þannig að fyrir suma þá kannski bara nei, skiptir ekki máli, ég get bara búið til nýjan business manager, en fyrir aðra þá náttúrulega þetta rosalega mikil verðmæti sem á húfi. Þetta til dæmis, bara svona við tökum svona smá hversu svona eins og segja advanced, hversu
svo marga tegundir af hakki í gangi og þetta kannski það sem að margir áhrifavaldar lenda í og hefur verið, eins og segi, hefur verið mjög mikið í gangi og sérstaklega hérna hjá mér, í Noregi, hafa mjög margir áhrifavaldar lent í þessu. Þegar þeir eru að reyna og kannski hafa sótt að fá þetta verification badge, þetta litla bláa hérna sem segir að það sé búið staðfesta, þetta sé staðfestur prófíll. Og þetta er eitthvað sem ekki allir geta bara sótt ekki eitthvað sem allir fá. Þannig að þegar maður fær svona skilaboð frá til dæmis Instagram og maður lesir hratt í gegnum þetta og heldur bara, wow, þetta, æðislegt, loksins ég búin að fá þetta. Smellir náttúrulega á linkin og tapar þá að sjálfsögðu öllum upplýsingunum sínum. En þarna líka verið að spila á tilfinningarnar okkar. Þarna verið að spila á að við sjálfsögðum viljum við fá staðfestan prófíl og þá bara 1, 2 og 3 smellum við á linkin. Sem náttúrulega, já, segir sér sjálft, ekki gott. Og það er alltaf eitthvað nýtt í gangi. Það er alltaf verið að þessir hakkarar eru með sérstakar svona síður, sitt svona fórum þar sem að þeir spjalla og fara í gegnum hvernig aðferðir hægt að nota, þeir spjalla til dæmis hversu langan tíma, hvaða upplýsingar getum við, hvaða reyti eigum við að krefja upplýsingar í og allt svona fram eftir götunum. Þeir spjalla líka þeir eru alveg með á hreinu að það tekur 30 daga, ef það er komið fram yfir 30 daga þá getur ekki fengið prófílinn tilbaka og allt svona. Þannig að það er alltaf eitthvað svona í gangi. Þeir eru alltaf að finna nýjar og betri leiðir til þess að fá aðgang að prófílnum okkar. Og að sjálfsögðu náttúrulega, það skiptir svo miklu máli að við séum að það sem við áttum okkur á því og hvað er það sem við þurfum að fylgjast með og sjá, eins og segja, hvaða orðalag, eru réttu lógon, allt þetta skiptir máli og sérstaklega linkar og svona og passa okkur á að smella ekki á hvað sem er. Það nú þannig yfirleitt að ef maður tekur, eins og ef maður að vinna á svona desktop-tölvu, að ef maður fer með músina í aðeins yfir, þá sér maður slóðina. Það nú ekki alltaf þannig þegar maður með símana, að maður smellir og það alltaf að verða meira og meira advanced að hakka sig inn á prófíla í gegnum síma. Af því að við erum alltaf innlogguð þar. Og þessar síður sem í gangi, það eins og segja, bara svona til þess að maður verður að hræða fólk aðeins til þess að vera með þá hreinu og allir fari og setja inn two-factor authentication eftir þetta lilla námskeið. En þá bara svo að það eru margar svona síður í gangi, þar sem hakkarar eru og ræða til dæmis bara hvernig á að hakka sig inn á Instagram, hvernig eru bestu leiðirnar að nálgast upplýsingar. Og það eru heilu uppskriftirnar af til dæmis eins og þetta, ef að fyrirtæki eru með leiki í gangi, hvernig setjum við, hvernig á sem styðstan hátt búum við til nýjan prófíl. Þeir meira eru með leiðir til þess að setja upp prófílnöfnin þannig að þessi erfitt að leita að þeim, þannig að þessi fyrir okkur, þú bara færir skilaboð, svo finnur þú aldrei þennan prófíl aftur af því að það einhver smá svona, einhver svona underscore eða einhver bandstrik eða eitthvað sem aukalega sem við getum ekki fundið. Það erfitt að leita að þeim prófíl aftur til þess að geta reportað og sagt frá að þetta falskur prófíl. En þá erum við kannski búin að ýta á link og búin að gefa frá okkur upplýsingar. Þannig að þessar síður eru með það alveg ógrynni af uppskriftum hvernig á að hakka bara fyrirtæki og einstaklinga á Facebook, á Instagram, á Snapchat, á LinkedIn, öllum þessum miðlum. Það eru uppskriftir fyrir þetta allt saman. Þannig að þetta líkur úti bara fyrir raun og veru hvern sem alveg eins og prófílarnir okkar. Og hérna sjáu þið til dæmis, þetta bara svona basic í sambandi við bara svona svo þið sjáu þetta reyndar gamalt, en þarna verið að ræða hvernig á að hakka, hversu marga daga tekur þetta, hvaða upplýsingar á ég að krefjum og hversu langan tíma tekur það. Þannig að það eru svona hlutir sem við þurfum að passa okkur og svo að því að það alltaf verið að uppfæra þetta, það alltaf verið að reyna að finna betri leiðir til þess að hakka okkur. Þetta var sem sagt þetta litla námskeið það hvernig við getum
tryggt okkur þetta og vera öruggari á samfélagsmiðlum. Þetta námskeið náttúrulega þetta tekið upp, það verður aðgengilegt og í einhverjum flottum miðlum eftir hjá okkur, hjá Pipar. Ef það er einhverjar spurningar, eitthvað sem ykkur sem liggur á hjarta, þá svona Q&A eða sem sagt inn á. Ég hef ekki tíma til þess að svara þessum spurningum núna, en allir sem eru með geta fengið svar tilbaka ef þið takið inn og skrifið þessar spurningar eða ef það er eitthvað sem liggur á hjarta, eitthvað sem þið viljið spyrja þá getum við sendt það tilbaka og jafnvel svarað út þeim spurningum þá eins og til dæmis inn á Facebook síðan okkar og annað. Það alls konar forrit sem eins og segja, svona two-factor authentication forrit sem í gangi. Facebook með og Instagram mæla með nokkrum forritum, það inn á þessum síðum sem ég nefndi, inn á hjálparsíðan hjá Facebook, þá eru mælt með ákveðnum svona auðkenningarforritum. Og svo náttúrulega sjálfsögð, eins og segja, í sambandi við lykilorð og annað, þá finnast alls konar forrit eða svona aðstoðar svona inni sem maður getur haft inn í símanum sínum til þess að hafa betri stjórn á lykilorðum og hvaða lykilorð maður hefur eða notar á hverju miðli fyrir sig. Þannig að það er ekkert endilega eitthvað eitt sem betra en annað, þetta hefur allt með, hvort maður að nota Apple eða Android eða hvort eða hvort maður bara á desktop eða hvað sem Þannig að það erfitt fyrir mig að mæla með einhverju ákveðnu forriti eða einhverju appi. Sem ég sé að það náttúrulega komnar nokkrar spurningar einmitt það. En ég get alveg bara eins og segja endilega ef þið skrifið inn einhverjar spurningar inn á hjá Q&A hjá okkur, þá getum við svarað því út og fundið einhver svona forrit sem að henta eða hafa fengið góða dóma. Þannig að að gera endilega, ég segi bara takk fyrir mig og vonandi hittust við bara á næsta námskeiði fljótlega ef það er eitthvað annað sem í gangi. Takk fyrir mig.